NLP samskipta- og atferlisfræði. NLP fjallar það sem ég að upplifa í gegnum skynfæri mín. Hvernig ég vinn úr því og hvernig ég kem því út í heiminn á ný. Það sem við skoðum svolítið hugan og hugsanamynstur og það hvernig hugsanirnar okkar koma út í atferlin okkar. Það í gegnum skynfærin okkar, neuro, sem hefur með það að gera hvernig við tökum á móti skilaboðum úr umhverfin okkar, hvernig við vinnum úr því og hvernig við látum það út í heiminn á ný. Hvernig okkur líður. Nú, lingvistik, það þá hvernig við tjáum okkur með og án orða. Og programming svona það sem við upplifum í lífinu. Hvernig við upplifum það, hvernig við röðum myndunum saman í okkar innri upplifun og þá hvernig við bregðumst við þegar þessi prógram eru trygguð. NLP bara fyrir alla, á öllum aldri, því að NLP fjallar samskipti, bæði innri samskipti sem ég á við sjálfa mig og ytri samskipti. En eins og ég segi svo oft að samskiptin okkar þau byrja inn í okkur. Og hvernig ég að hugsa, hvað ég að segja við sjálfa mig, hvort ég að byggja sjálfa mig upp eða hvort ég að brjóta mig niður, þetta kemur allt fram í hvernig við tölum. Og í NLP þá lærum við að lesa hvernig fólk talar og út frá því getum við spurt spurningar sem hjálpar fólki kannski til að komast áfram þegar það stendur stopp í einhverju lífinu. Þess vegna NLP svo góð með markþjálfuninni. Þar sem við göngum dýpra í spurningarnar þannig að það til sjálfskoðunar og það til stefnubreytingar, það til að breyta hegðunarmynstrum og margt fleira og eru í dag 2 virkustu leiðunum sem eru notaðir í heiminum af fyrirtækjum og fólki sem nær árangri.